Vigdís, þið segist vilja bæta kjör og starfsumhverfi heilbrigðisstétta. Hvernig ætlið þið að gera það? Það verður að ganga í það á eitthvað nátt að koma til móts við þessar stéttir sem að hafa lagt á sig mikla vinnu núna undanfarin ár eftir að þessi niðurskurður kom til. Ég minna það að það er búið að vera ráðningabann á Landspítalanum síðan 2007, ekki að vera keypt ný lyf síðan 2007, þannig við framsóknumenn viljum þjóðarsátt Landspítalan og þjóðarsáttin felst í því að hann verði forgangsmál í þessari kosningabaráttu ásamt heimilunum og uppbyggingu atvinnulífsins og þjóðarsáttin gengur út á það að það verða settir 12 til 13 milljarðar í rekstur Landspítalans og það sem er algjör bráðanauðsyn, það er að kaupa ný lyf, kaupa tæki, byggjandi tækin og gera við núverandi húsnæði. Þetta er forgangsmál því að engin þjóð getur verið án heilbrigðisþjónustu og við notum heilbrigðisþjónustuna all okkar ævi. Þið réðuð í heilbrigðisráðuneytinu í 12 ár og á þessum tíma þegar það er ekkert að kenna þann tíma við kreppu, það voru uppgangsárin svokölluðu. Þá var dregið úr fjárveitingum til tækjakaupa. Af hverju á fólk að treysta ykkur til þess að gera þetta sem þú ert að segja núna? Vegna þess að Framsóknarflokkurinn hefur mjög skýra sýn í forgangsmálum þjóðarinnar nú eftir þær hemmingar sem við höfum gengið í gegnum. Þannig að nú er komið tækifæri. Við þingmenn Framsóknarflokksins höfum sýnt mikið kjark, áræði og þor á síðasta kjörtímabili og við biðjum áframhaldandi traust til þeirra forgangsmála sem nú liggja fyrir. En ertu í raun að segja að það verði fyrsta mál á ykkar dagskrá ef þið verði í næstu ríkisstjórn að 12 til 13 milljarðar fari bara beint í Landspítalann? Það er það sem að ég var að tala að væri forgangsmál og vantaði til þess að ganga í þessu brýnu mál því eins og kom hér fram í innslaginu upphafi þáttar þá eru hér aðilar í samfélaginu sem starfa í þessum gæra sem að telja að það sé komið jafnvel yfir þolmörk og þess vegna verður að bregðast við og sinna þessu málaflokki sem ekki verið gert. Mér langar því virðulegi forseti að rifja upp kosningabaráttu Framsóknarflokksins í heilbrigðismálum. Þar lögðum við áherslu á það að það þarf 12 til 13 milljarða strax inn í rekstur Landspítalans og yfirbyggingu hans. Það þarf að kaupa ný tæki virðulegi forseti því það er brýnt mál. Það þarf að byggja undir nýju tækin, það þarf að kaupa ný lyf og það þarf að gera vel við starfsfólkið sem þar starfar. Þessi greining liggur alveg klár fyrir og þetta settum við Framsóknarmenn fram sem forgangsmál í kosningunum.